hlýtur að vera gaman að sjá Vodafone öllin fullan og sigur í fyrsta leik. Já, bara, þú veist, já. Ég tók nú ekki eftir hvað voru margir í stúkunni, en það heyrðist eitthvað. Alltaf mikið fleiri heldur en þeirra. Ég reyna að gera samúð leikmaður, eða þegar ég var leikmaður, að taka ekki eftir stúkunni, en þakka öllu sem komu og glaður að hafa unnið fyrsta leikja. Ertu ánægður með spilmennsku þinna manna? Já, ég er ánægður með karakterinn sem sýndu, halda alltaf haus, lentum í vandræðum 2-3 í leiknum, svona læðir, héldum haus, hefðum getað mista frá okkur, við erum það fljótir að refsa og svona, hefðum getað lent í vandræðum, en mjög þakklátur að hafa unnið og hægara sagt en gert og alls ekkert sjálfsagt. Eins og ég segi, þú veist, það að vinna léttir aðeins á mönnum, eins og ég segi, menn verða opnari, koma daginn eftir opnari fyrir að gera betur, enn betur og opnari fyrir kritík, jákvæðri kritík, opnari fyrir að gera það. Við höfum langan veg fyrir höndum, sko, fullt af hlutum sem við þurfum að beturumbæta og gera og þetta er svona langur vegur í því. Miðað við þann tíma sem við höfum haft, þá get ekki annað að vera fárlega sáttur, hvað erum fljótir að ná þessu og bara flottir. Skiptir hópnum upp í 2 lið og allir má að spila mikið. Er þetta það sem koma skal í vetur? Já, eins og ég segi, sagði áðan, það þarf mikið að gerast til að breytum eitthvað út frá því. Við reynum að hafa þetta að virka og sjáum hvernig það rúlar. Ég sé enga ástæðu til þess. Við spiluðum svona allan undirbúninginn með 2 lið og menn vissi ekkert hvort þeir voru A eða B. Við reynum að halda því svolítið. Þú geta að leika svona eldinu með þessu, var það að klára leikinn við sigri? Jú, vissulega. Ef við hefðum tapað þá hefði maður fengið einhverjar raddir og eitthvað svona. Þannig kannski fæ ég þær ef ekki gengur næsti leikur eða þar næsti leikur eða eitthvað og einhvern tímann töpum við. Þá fær maður vissulega örugglega að heyra það. En ég trúi bara á það að höfum allir að virka. Þannig að við sjáum bara hvað gerist. Spenna í þessu og kannski Hlynur hafi gert gæfumuninn svolítið í lokin? Já, Hlynur var góður í lokin. Mikilvægt. Vörnin var líka frábær í lokin, síðustu 7 mínútur, 8 mínútur, kom aggressív og klók og bara mjög fínt á móti mjög sterku haukaliði, sko, þannig að ég get ekki annað að vera mjög sáttur. Þetta eru mjög góðir gæjar í haukum og vel spilandi og rútínerar og Patrik gera góða hluti með það, sko, og ég veit ekki ennþá alveg af hverju við vinnum, ég ætla að komast það. Þú ert ánægður með það sem þú sást í þinna manna í kvöld? Já, ég ánægður með sigurinn, ánægður með karakterinn.